Bréfið til Hebrea. 1. kafli. Guð talaði fyrrum oftsinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann orðinn englunum þeim mun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt: Þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur hann leiðir frumburðinn inn í heimsbyggðina, segir hann: Allir englar Guðs skulu tilbiðja hann. Og englana segir hann: Hann sem gerir engla sínað vindum og þjóna sínað eldslogum. En soninn: Hásætið þitt Guð aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat, og þú mun þá saman vefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami, og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt: Set þig mér til hægri handar, uns ég geri óvini þína af fótskörðinni. Ekki allir andar sem þjóna Guði sendir til að hjálpa þeim sem hjálparæðið eiga að erfa? Hebreabréfið 2. kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum, við höfum heyrt, svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýddu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskonar kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum einhver staðar vitnað: Hvað maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skamma stund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri, og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skamma stund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri, og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skamma stund var gerður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi.
Fyrir Guðs náð skyldu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú skyldi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, hann segir: Ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og ennfremur, hér ég og börnin Guð gaf mér. Þar sem nú börnin af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánæðuroki af ótta við dauðan. Því að víst það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir líðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna hann fær að hjálpa þeim verða fyrir freistingu. Hebreabréfið, 3. kafli. Helguð vinir sem hafið fengið köllun til himinsins, horfið til Jesú, postula og æðsta prests þeirrar trúar sem við játum. Hann var trúr Guði hafði skipað hann eins og var Móse í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar en Móse, eins og sá húsið gerði á meiri heiður en húsið sjálft. Sérhvert hús hefur einhver gert, en Guð sá sem allt hefur gert. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi, eins og þjónn. Hann átti að vitna það sem boðað skyldi síðar, en Kristur sonur og trúað fyrir að ráða yfir húsi hans. Og hans hús við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklumst af. Því það eins og heilagur andi segir: Ef þér heyrið raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar eins og í eyðimörkinni, þegar feður yðar gerðu uppreisn og freistuðu mín. Þeir freistuðu mín og reyndu mig, þótt fengi að sjá verkin mín í 40 ár. Þess vegna reiddist ég kynslóð þessari og sagði: Án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekkt ekki vegu mína, og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. Gæti þess, bræður og systur, að hafa ekkert illt í hjarta og láta engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Uppörfið heldur hvert annað hver dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn forherðist af káli syndarinnar. Því að við orðin hluttakar Krist svo framalega sem við treystum honum staðfastlega allt til enda eins og í upphafi. Svo segir: Ef þér heyrið raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtiðar eins og í uppreisninni. Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gerðu þó uppreisn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem Móse hafði leitt út af Egyptalandi? Og hverjum var hann gramur í 40 ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu og báru beinin á eyðimörkinni?
Og hverjum sór hann að eigi skyldu þeir ganga inn til hvíldar hans, nema hinum óhlýðnu. Við sjáum að sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Hebreabréfið, 4. kafli. Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkurt ykkar verði til þess að dragast aftur úr. Fagnaðar erindið var okkur boðað eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir trúðu því ekki. En við sem trú höfum tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir inn ganga til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullger frá grundvöllun heims. Því að einhvers staðar svo að orði kveðið hinn 7. dag, og Guð hvíldist hinn 7. dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til boða að nokkurir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem áður fengu fagnaðarerindið gengu ekki inn sakir óhlýðni. Því ákveður Guð aftur dag einn hann segir löngu síðar fyrir munn Davíðs, í dag. Eins og fyrr hefur verið sagt, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Hefði Jósúa leitt á til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag. En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans, fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessarar hvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir og falli. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur Guði hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gera. Við þá höfum mikinn æðsta prest, sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest eigi geti séð aumur á veikleik okkar, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálpar þurfi. Hebreabréfið, 5. kafli. Sér hver æðsti prestur tekin úr flokki manna og settur í þágu manna til að þjóna frammi fyrir Guði og bera fram gáfur og fórnir fyrir syndir. Hann getur verið mildur við fáfróða og vegvilta, þar sem hann sjálfur briskur. Og sökum þess á hann að bera fram syndafórn, eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þennan heiður, það Guð sem kallar hann eins og Aron. Þannig tók Kristur sér ekki sjálfur þá vegsemd að verða æðsti prestur, heldur sagði Guð við hann, þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig. Og á öðrum stað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkísedeks. Á dögum jarðvistar sinnar bar Jesús með sárum andvörpum og tárum bænir fram fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða og hann var bænheyrður sakir trúar sinnar. Þótt hann væri sonur Guðs, lærði hann að hlýða með því að þjást.
Þegar hann hafði fullnað allt, varð hann öllum sem honum fylgja, sá sem gefur eilíft hjálpræði, af Guði nefndur æðsti prestur að hætti Melkísedeks. Þetta höfum við langt mál að tala og ykkur torskilið af því að athygli ykkar orðin sljó. Þó að þið tímans vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þið þess enn á ný þörf að einhver kenni ykkur undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fasta fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa agað hugan til að greina gott frá illu. Hebreabréfið 7. kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiðir til dauða, kenningunum skírnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm, og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gagns fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þistla, hún ónýt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá ég sannfærður að ykkur betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð ekki ranglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda, þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó, breytið heldur eftir þeim sem trúa og stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrirheitið, þá sór hann við sjálfan sig, þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði: sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum, hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri Eiðurinn þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sýna þeim sem fyrirheitið var ætlað enn skýrar hver ásitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það óhugsandi að Guð fari með lygi og því þetta tvennt sem óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað athvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn og opnaði okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkísedeks. Hebreabréfið 7. kafli. Melkísedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaðan þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og Abraham lét honum í 10% af öllu. Í fyrsta lagi þýðir nafni Melkísedeks
réttlætiskonungur, en hann heitir enn fremur Salemkonungur, það friðarkonungur. Þess ekki getið hver faðir hans, móðir eða forfeður hans voru, hvenar hann fæddist og hvenar hann dó. Hann líkur syni Guðs, hann heldur áfram að vera prestur aldur. Virðið nú fyrir ykkur hvílíkur maður það var sem Abraham, sjálfur forfaðirinn, gaf valda 10 af herfanginu. Og víst það að þeim Levísonum fá prestsdóminn, boðið að taka 10 af líðinum eftir lögmálinu, það að segja af bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir af Abraham. En sá eigi var af ætt þeirra, tók 10 af Abraham og blessaði þann fyrir heitin hafði. Því verður þó ekki á móti mælt að sá sem meiri blessar þann sem minni Hér taka dauðlegir menn 10, en þar tók sá var vitnað að hann lifi áfram. Og svo má að orði kveða að sjálfur Leví, hann sem 10 tekur, hafði greitt 10 þar sem Abraham gerði það, því að enn þá var hann í lend forföður síns þegar Melkisedek gekk á móti honum. Fyrirmælum presta grundvölluð í lögmálinu sem lýðurinn fékk. Hefði nú fullkomnun fengist með levíska prestdóminum? Hver var þá framar þörf þess að segja að koma skyldi annars konar prestur að hætti Melkisedeks en ekki að hætti Arons? Þegar prestdómurinn breytist, verður og breyting á lögmálinu. Sá sem þetta sagt var af annarri ætt og af þeirri ætt hefur engin innt þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt að drottin vor af Júda ætt, en Móse hefur ekkert talað presta af þeirri ættkvísl. Þetta enn miklu bersýnilegra á því að upp kominn annar prestur, líkur Melkisedek. Hann varð ekki prestur eftir lögum og fyrirmælum manna, heldur vegna þess að í honum býr líf og kraftur sem þrýtur ekki. Hann vitnað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Hið fyrra boðorð þar með ógilt af því að það var vanmáttugt og gagnslaust. Lögmálið gerði ekkert fullkomið, en nú höfum við öðlast betri von sem leiðir okkur nær Guði. Þetta varð ekki án eiðs. Hinir urðu prestar án eiðs, en hann með eiði þegar Guð sagði við hann: Drottinn sór, og hann mun ekki yðra þess, þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburður sýnir að Jesús orðinn ábyrgðarmaður betri sáttmála. Enn fremur urðu hinir prestarnir margir af því að dauðinn meinaði þeim að vera áfram, en hann að eilífu og hefur prestdóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem hann leiðir fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðsta prests höfum við þörf sem heilagur, svikarlaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðinn himnunum herri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir lýðsins. Það gerði hann í eitt skipti fyrir öll, hann fórnfærði sjálfum sér. Lögmálið skipar breiska menn æðstu presta, en eiðurinn kom á eftir lögmálinu, skipar æðsta prest sem sonur, fullkominn að eilífu. Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuðinntak þess sem sagt hefur verið þetta. Við höfum þann æðsta prest settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum.
Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem Drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna eftirlíking og skuggi hinnar himnesku, eins og Mósi fékk bendingu frá Guði hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir: Sjá dagar koma, segir Drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi, því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir Drottinn. Þannig sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Enginn mun framar kenna landa sínum og bróður að segja: Þekktu Drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir. Því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem að úreldast og fyrnast að því komið að verða að engu.